Hafið þið komið í Hljómskálagarðinn? Af hverju ekki? 90% Íslendinga koma ekki reglulega í Hljómskálagarðinn vegna þess að það er enginn þar. Það er ekkert að vera þar. Fjölskyldur fara í Smáralindina, Kringluna og kannski IKEA, fá sér ís og sænskar kjötbollur. Við erum með frábæra hugmynd. Við erum fjölskylduna út úr verslunarmiðstöðunum, inn í Hljómskálagarð. Það er veitingastæður, það er bátar á tjörninni, það er reiðhjólaleiga, það eru viðburðir fyrir alla fjölskylduna. Stundum eru tónleikar, stundum eru bændamarkaðir, stundum eru jólamarkaðir. Ertu með? Ok, það er rosalega mikið fríum þáttum á netinu, spell.com og svo framvegis, en það er mjög erfitt að nálgast það. Og lausnin sem við ætlum að koma með því er heimasíðan streamplicity.com. Þú ferð inn á síðuna og velur þér áhugamál. Þau geta verið viðskipti, tækni eða fróðleikur. Og upp með gluggi og fyrir neðan gluggan er valmynd, thumbs up eða thumbs down takki, og ef þú velur thumbs up takkan, þá skynjar kerfið að þú fílar svona þá, ef þú viljið thumbs down takkan, þá skynjar kerfið að þú fílar ekki svona þá. Og svona lærir gerðurgrindin inn á þinn smekk og lókmættur dagskrá sem sér við þínum þörfum. Tekjumódel verður þannig að það er frítt fyrir notann að nota þessa þjónustu og við erum selja auglýsingar og þetta er mjög nýtlegar auglýsingar vegna þess að kerfið okkar skiptir hópunum í klasa og þannig getum við beint auglýsingur mjög nýtlega á þessa klasa. Takk fyrir. Komið sæl. Það var ekki allir gaman að horfa kvikmyndir í þenni. Æðislegt. Ég er forsvarsmaður fyrir melon.is. Við erum svona, vefsíða á netinu sem er að fara að selja kvikmyndir og sjónvarpsþætti. Þetta verður mjög einföld síða. Kvikmyndirnar, góðum gæðum. Þetta er óháð internetþjónustuaðila, þannig að þú getur hvað sem er upp í sumarbústað, heima í stofu, bara leigið með tölvuna og náður í góðan þátt eða kvikmynd. Við gerðum markaðskönnun og það voru mikill meiri til fólk sem hafði áhuga að ná sér í kvikmyndir og sjónvarpsþætti á þennan hátt. Teymið samanstendur af frábæru liði með mikil metnað og áhuga á þessu efni og mikla reynslu og tengsl út allan bæ og við einmitt gerðum viljayfirlýsingu fyrir helsta dreifingaraðila á kvikmyndum og sjónvarpsþáttum, þannig að það er bara komið í gegn. Og okkar framtíðarsýn er að verða bara fremsti afþreyingarvefur á Íslandi. Takk fyrir! Ég stend fyrir Fiskon og við erum hugmyndin á bak við það að stoppa brottkast á fiski í heiminum. Og eins og við öllum vitum að þá er gríðarlega mikið brottkast og það er áætlað að sé svona 30 milljón tonn af fiski kastað í hafið á hverju ári á heimsvísu. Og okkar hugmynd gengur út á það að reyna að sporna við þessu og við höfum hannað svona búnað sem við settum í skip og sem að gefur eftirlitsaðilum færi á því að fylgjast með brottkasti með árangursríkum hætti. Og eins og ég sagði á, þá er markaðurinn stór, það er í rauninni bara heimurinn allur, þannig að tækifærin eru mörg. En við munum byrja að sækja inn byrja hérna á Íslandi, síðan munum við fara út í Evrópu til Evrópusambandsins og svo bara víðar eftir því sem að tími líður. En þeir sem að standa að þessu er þverfaglegur hópur sem hefur mikla reynslu úr atvinnulífinu og reynslu af bæði sjómennsku og annað, þannig að þetta er öflugt tím. En eins og ég segi, þá bara er þetta gríðarleg sóun og það er bara það sem þarf að stoppa þennan sóðaskap. Takk fyrir. Ég er Ragnar húsnæðisendurans og ég ætla að segja smá dæmisögu. Segjum svo að þeir séu bara búin að fá vinnu í útlöndum og séu bara að flytja út núna í næsta mánuði. Þá kemur þess spurningin hvar ætli að búa, í hvaða borg, í hvaða hverfi, í hvaða götu. Og þið sjáðu fyrir mig að ef þið hefur eingöngu og samgöngur, þá getur verið gríðarlegur tíma og peningakostnaður fólkinu því að staðsetja sig ranglega. Þetta ætlar húsnæðisendurinn að hjálpa fólki við það að gera. Við ætlum að hanna vefsíðu þar sem fólk kemur inn á að stæri breytur sem að segja sér svo að þú vinnur hérna, maki vinnur hérna, þú stundar þessa tómstöð þar sem stað, þú ert svona mikið fermetraverð og ræðir svona mikið pening, slys á glæpaðinu og svona há og svona lág og með þessum breytum
þá finnum við kjörsvæði fyrir notendur á því svæði sem hentar þeirra þörfum. Þegar á þessu svæði er fundið, þá sýnum við að það er fasteignir sem eru til sölu á viðkomandi svæði. Og þú getur þess klikkað á viðkomandi fasteign og þá færist þau beint yfir á síðu fasteignasölunar. Og með þessum hætti var að beina hugsanlegum kaupendum beint inn á vefsíðu fasteignasölunar. Og fyrir þetta ætlum við að taka þóknun fyrir, en þetta er með nákvæmlega sama hætti og Google byggir allt sitt veldi á. Og spurningin var svo, vil ég taka þátt í þessari þróun að breyta hugsanandi fólks í sambandi húsnæðisleitt?